Yfirleitt byrja greiðslumat með því að fólk bara kemur fyrst til okkar, spyr bara hvernig þetta gengur fyrir sig og þá fær það heimaverkefni að safna gögnum. Og það skattskýrsla, síðustu 3 launaseðlar og nýjustu greiðsluseðlar allra lána. Og svo þegar þú kemur með gögnin til ráðgjafans þá fer það í vinnslu og það getur tekið svona 2 til 5 virkadaga. Niðurstöður greiðslumatsins gilda yfirleitt í svona kannski 6 mánuði í senn. Það sem við förum yfir í greiðslumati eru tekjur viðkomandi aðila. Við förum yfir fjölskyldustærð, hvað eru mörg börn. Hver fjöldi bifreið á heimilinu? Ef fólk ekki með bíl þá tökum við einhvers konar samgöngukostnað. Ertu að greiða til LÍN, svo förum við yfir fasteignir sem að viðkomandi á. Hvað að greiða af öðrum lánum í dag? Þetta svona helsta. Ef viðkomandi stæðist ekki greiðslumat þá rauninni skoðað af hverju það er. Eitthvað sem hægt að gera til þess að taka til? Fólk jafnvel oft með skammtímaskuldir sem að greiðast upp á næstu mánuðum, þannig að þá getur verið bara nóg fyrir það að bíða, greiða upp þessar skammtímaskuldir. Getum við kannski hjálpað þér að breyta lánarnöginum, þannig að þú getur farið að spara. Fólk kannski með 2-3 bíla og það myndi nægja að selja 1 bíl til þess að standast greiðslumat. Ef ekkert af þessum þáttum gengur upp, þá rauninni ekkert annað að gera en að bíða bara. Það líka góð ráðgjöf að segja nei við fólk, sko. Og margir hafa orðið kannski þakkláttir fyrir það síðar, sko. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt, það sé ekki verið að pranga einhver inn á þeim sem þú þarft ekki á að halda. Þannig að kannski það að ræða að við þurfum bara að skoða málin betur þó að fyrsta niðurstaða hafi verið nei. Að þá kannski kemur upp úr dúrnum að eitthvað breytt sem ekki hefur náð inn á blað og það getur skipt sköpum og hefur gert það.